Eins og Javier Milei, forseti Argentínu, hann ekki búinn að sitja lengi í embætti en búinn að ná þvílíkum viðsnúningi á ríkisfjármálum og það nú til frægt eða svona vinsælt myndband með honum á samfélagsmiðlum þar sem hann með töfluna og að rífa niður stofnanirnar og ráðuneytin og út með þetta og út með þetta og út með þetta. Já. Donald Trump búinn að skipa nefnd skilvirkni ríkisfjármála og það sem Elon Musk settur yfir. Ekki eitthvað hægt að gera svipað í þessum dúr hér á Íslandi að hreinlega bara fara með reglustrikuna yfir og henda einhverju út sem við erum að borga fyrir? Stuttasvarið jú, við þurfum að fara einhverja nýjar leiðir til þess að dýpka umræðinu það sem að þarf að endurskoða og hætta að gera og gera fyrir minna fé og ná meiri árangri. Og af hverju segi ég að við þurfum að fara einhverja nýjar leiðir? Það vegna þess að ég hef verið inn í þessu kerfi mjög langan tíma og fjármálaráðuneytinu, þar sem ég var í áratug, ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Ráðherrarnir eiga síðan að skila skýrslum inn til þingsins. Þingið á að veita einstökum fagráðherrum eftirlit og fjármálaráðuneytið á að hafa eftirlit með framkvæmdinni. Svo ertu með ríkisendurskoðun og svona. Mín niðurstaða þetta hjá okkur að þetta kerfi virkar ekki. Okay. Aðhaldið á útgjaldahliðinni og eftirlitið með þróun útgjalda, það virkar ekki á Íslandi. Við þurfum nýja aðferð, við þurfum líklega að koma upp sjálfstæðum nýjum aðila sem hefur aukið umboð til þess að benda á það þegar menn að fara fram úr fjárheimildum. Sem sagt deildum hagkvæmni í ríkisrekstri. Við getum sett á fót eitthvað slíkt. Já, við getum gert það og ég held að vera mikið vitið í. Bæði til þess að benda á það hvar illa farið með fé og eins líka til þess að benda á hvar menn að fara fram úr. Þú kannast við fréttir af því að bandarískar stofnanir klári fjárheimildir sínar og þá eru allir reknir heim. Já. Hefur það ekkert gerst á Íslandi? Nei. Það sem að gerist að menn fá fjárauka heimild. Alltaf.